Það er komið að febrúarlausu fyrir fiskana. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigið. Og við skulum bara senda okkur beint í lesturinn. Þannig byrjum við að sjá hvað fiska ég er að tala við. Og við fáum, það er framundan núna í nánustu framtíð, leiðsögn. Og svo framhaldið af þessu, áhrifin fram í tímann. Ja. Takk fyrir. Kæri fiskur, það er greinilegt hér að þú hefur verið upp á síðkastið milli steins og sleggju og finnst þú vera í kol- og ómögulegum aðstæðum. Þar sem þú getur einhvern veginn hvorki þegið né hafnað, haldið né sleppt. Veist ekki hvort fótinn þú eigir að stíga. Langar til að gefa en langar að þiggja. Þetta er svona, já, milli steins og sleggju svo sannarlega. Sem er mjög erfitt og sérstaklega af því að það er svo margt sem spilar inn í, það sem þú ert kannski að finna fyrir núna líka, er að hugurinn og hjartað eru gífurlega ósammála og sama sinnis það er að gera vart við sig gamlar tilfinningar, gamall ótti og þetta sko ótti með að sleppa takinu á einhverju sem þú gætir kannski saknað. Sleppa takinu á einhverju sem að þjónar mann ekki lengur af því maður er hræddur að leið maður sleppi og þá þarf maður það. Það er svona alls konar svona munstur að koma upp. Svona öryggisnetið, gamli þægindaramminn að gera vart við sig. Það er svona ýmsar ögranir sem eru svolítið að ýta þér aftur inn í einhverja skel. Eða inn í eitthvað munstur sem þú þekkir og þó það passi þér ekki og þó að þér finnst þú vera komin umfram þennan þægindaramma sem hann var, að þá er einhver freisting að stíga bara aftur tilbaka. En hins vegar þá er framundan hjá þér að það verður léttara fyrir þig að velja. Og þú munt standa frammi fyrir því að þú þarft að velja, þú getur ekki bara setið kjurt í sama hjólfarinu og haldið þig þannig á milli steins og sleggju í kannski ástandinu. Þú munt þurfa að velja og það er það sem er framundan og þá verður að vera í rauninni aðra sjálfu eitt sem að velur. Og hvernig greinir maður það? Það er nú góð spurning. En það er þá eitthvað sem er í samræmi við hvað hjartað þitt vill, hvað innsæið þitt segir í samræmi við gildin þín og það sem skiptir þig máli hvað þú stendur fyrir. Og leiðsögnin þín er að stíga algerlega inn í innsæið þitt og þó svo að rökin og rökhugsunin, hugurinn, sé ósammála því sem að hjartað og innsæið eru að segja, að þá verður að finna samt traustið í innsæinu þínu. Sleppa takinu á þessari rökhugsun, af því þetta er það ósammála. En þarna þá bara því miður fær heilið, þetta er ekki dæmi þar sem heilinn fær að ráða og þó þú getur ekki fært rök önnur en þau að þetta sem innsæið mitt er að segja mér og þú veist ekkert endilega af hverju, en þá er svo mikilvægt fyrir að fylgja því til þess að komast út fyrir þennan þrönga ramma sem er verið að setja þig í, til þess að komast út fyrir þessi steins og sleggju aðstæðum. Þegar framundan þar er hinn mikli lærdómur og opnun gagnvart visku heimsins, gagnvart öðrum möguleikum og ævintýrum og þroska. Að það er svolítið þarna inn í þessu
Það er að bjóða þér að stíga skref út í óvissuna, í takt við innsæið þitt og svolítið vera að bjóða þér að stíga skref fram af brúninni þannig að þú verðir í frjálsu lofti í einhvern tíma og treysta því að þú verðir gripið án þess að hafa neina tryggingu fyrir því. Og það er mjög erfið staða en það sem er verið að bjóða þér þessi stað er líka mjög mikilvæg lærdómur, mikilvæg reynsla, gífurlega djúp viska og dýpri tengsl inn í æðri visku, það er að segja inn í tenginguna við æðra sjálfið þitt, við andan eða þinn æðri mátt eða hvað sem þú vilt kalla það. Það er verið að opna það fyrir þig ef þú vilt, ef þú þorir og treystir að stíga þetta skref. Fyrir að fá aðeins meiri dýpt inn á þetta. Akkurat, af því að í þessari stöðu sem þú ert núna og búið að vera í þarna á milli steins og sleggju, það er þér mjög íþyngjandi, þú ræður ekki ferðinni og það er mjög svona hömluð og skorðuð vegferð fyrir þrengir að þér. Og áminningin hér er að sko þitt er valið og þitt er valdið. Þú upplifir þig í þessum fjötrum að þér sé hamlað, að það sé búið að boxa þig inn og þú getur ekki tekið ákveðin skref. En það er verið að minna þig á, þú ert með valdið, þú getur leyst fjötrana þína, þú getur sleppt og haldið áfram. Frelsið er þitt og það er þitt að framkvæma það og stíga inn í það. Þetta er ekki auðveld ákvörðun og jafnvel þegar þú finnur þetta, finnur hvert er verið að leiða þig og hvað þú þarft að gera til þess að losa þín höft og þína fjötra. Það hræðir þig, þetta mun hræða þig að þurfa að taka ákvörðun. Þetta er ákvörðunin sjálf mun hræða þig og valda kvíða og óþægindum og ótta, en þetta er spurning að stíga í gegnum óttann. Þú veist af honum og þannig reynir virkilega á þig að vera hugrakkt. En þá er líka ágætt að minna sig á það að hugrekki einmitt felst í því að gera það sem ögrar manni og það sem ógnar manni. Vanur fallhlífarstökkvari sem er ekkert hræddur við fallhlífarstökkið, hann er harla hugrakkur við það að gera eitthvað sem hræðir hann ekki. En hins vegar þá gæti sá hinn sami verið dauðhræddur við að dýfa sér ofan í sjó og þarfnast hugrekkis til þess. Það er ekki bara ein tegund af hugrekki. Og aftur kemur þetta með innsæið að það er þitt að velja og það er þetta með að þú þó þú hafir ekki endilega rök fyrir af hverju innsæið þitt er að beina þér í eina ákveðna átt, þó öll vitsmunaleg rök bendi í hina áttina, að þá verður að treysta að innsæið hafi rétt fyrir sér. Og það er ein áminning líka að það sem er réttast er ekki alltaf sanngjarnast og það sem er
sanngjarnast ekki endilega alltaf réttast. Það sem sannast ekki endilega rétt heldur og ef við horfum á þetta svoleiðis að þó eitthvað sé rétt í laganna augum þá það ekki endilega alltaf réttlátast. Svona hvað varðar siðferði. Það rétt eins og við höfum séð í ýmsum málum í okkar samfélagi í dag að þó að lögin ákveði að eitt sé rétt fremur en annað að þá það ekki endilega réttlátt. En okkur gert að fylgja því engu að síður og það sama hér þó að rökhugsun í höfðinu segir eitt en þú finnur í hjartanu og finnur með innsæi að eitthvað annað réttara fyrir þig núna að þá það sem það fer að fylgja og treysta. En þessu öllu saman eins og ég segi, það verður gífurleg opnun inn á æðri visku og þetta hálfgerð endurfæðing fyrir þig og þess vegna þetta líka svona erfitt að þetta vera ýta þér út fyrir þægindarammann til þess að koma þér inn í endurfæðingu til þess að sjá heiminn öðrum augum, koma út úr hellinum og sjá raunheiminn. Það verið að opna inn á viskuna þína, hreinsa í burtu alls konar gamalt og opna inn á nýja tíma fyrir þig, alveg sprungu nýjan kafla í lífinu. Við skulum fá auka spil hér úr öðrum stokki, þar sem við taka heim og saman, fá einn skilaboð svona rétt í blábálkinn. Það hér, það spilað transformation eða umbreyting. Það segir að umbreyting í vændum, taktu á móti breytingunni og beislaðu galdur hennar. Það segir beislaðu galdur umbreytingarinnar. Það ofboðslega kröftugt og leið og við finnum áhrif hvað svona stórar umbreytingar gera fyrir okkur og við finnum að við höfum þó að við höfum ekki endilega alltaf vald eða þó að við höfum ekki alltaf stjórn yfir breytingunum sem eiga sér stað í lífi okkar, þá það samt okkar eigin og að við getum treyst að innsæið okkar, æðra sjálfið okkar, æðri leiðsögn okkar, leiðbeinendur okkar leiði okkur rétta leið þegar að við fylgjum þeirra ráðum, þegar við fylgjum æðri þekkingu og visku okkar. Eins og ég segi, þetta ekki spurning að stýra eða stjórna heldur að treysta og finna að maður sé öruggur í þessari breytingu. Og þá ætla ég að segja að þessari leið lokið. Ég vona að skilaboðin til sönnu rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.